Yfirvöld í Íran beita mótmælendur mikilli hörku og hafa lokað fyrir aðgang að netinu. Írani hér á landi segir það gert til að leyna grimmdarverkum. Krafa mótmælenda sé skýr, lýðræði og mannréttindi. Atvinnuleysi hlutfallslega tvöfalt meira á Suðurnesjum en annars staðar á landinu. Mikið högg, segir forseti bæjarstjórnar í Reykjanesbæ. Við berjumst þangað til við fáum sjálfstæði, segir þingmaður stjórnarandstöðuflokks Grænlands. Bandaríkjaforseti segir að Grænland verði tekið með góðu eða illu. Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins ætlar að athuga hvort ástæða sé til að bæta eldvarnareftirlit á veitinga- og skemmtistöðum eftir eldsvoðann í Sviss. Mikil gremja í Borgarfirði vegna gruggs í neysluvatni undan Grábrókarhrauni. Brúnt vatn kemur úr krönunum þegar rignir eða jörð skelfur. Skíðasvæðið í Bláfjöllum var opnað í dag í fyrsta sinn í vetur. Þar var margt manninn, börn með eplakinnar að fara sínar fyrstu salíbunur. Mér finnst smá erfitt að gera pítsuna, að beygja fæturna eða setja hælana fram. Gott kvöld. Yfirvöld í Íran hóta mótmælendum dauðarefsingu og læknir í höfuðborginni Teheran segir marga þeirra með skotsár. Samstöðumótmæli voru í miðborg Reykjavíkur í dag. Mótmælin sem hófust í desember eru talin þau fjölmennustu og útbreiddustu í Íran síðan klerkastjórnin tók völdin 1979. Mótmælendur koma úr öllum kímum samfélagsins. Ali Mobley sem frá Íran og býr hér á landi fylgist náið með þróun mála. Extremely special because this is the first time in 47 years that millions of people have come out and they are asking for a regime change. They want a referendum, they want an end to this madness, they want free elections, they want to be able to participate in their day-to-day choices. They don't want to be restricted from basic human rights. Who wouldn't want that? Ríkissaksóknari Írans hefur hótað mótmælendum dauðarefsingu og skipað saksóknurum landsins að sýna enga miskunn. Time hefur eftir lækni í höfuðborginni að 217 mótmælendur hið minnsta hafi verið drepnir. Flestir þeirra hafi verið með skotsár. 2,200 have just been arrested and the Ayatollah Khamenei has called them terrorists and has ordered the killing of his own people. Instead of listening to the people, time and time again, they just suppress them, they murder them because the well-being of the Iranian people has never been the focus of the government. Boðað hefur verið til samstöðu mótmæla víða heim, meðal annars í Reykjavík í dag. Sú krafa hefur heyrst að Reza Pahlavi, útlægur krónprins, snúi tilbaka til Írans og taki þátt í nýrri stjórn landsins. Hann hefur hvatt mótmælendur til dáða í myndskeiðum á samfélagsmiðlum. Ali segir litið á Pahlavi sem táknmynd betri tíð. Pahlavi is not a person. Pahlavi is the freedom code. He's a symbol of that freedom. He's the symbol of that light against the darkness. Lokað hefur verið fyrir internetið síðan á fimmtudag. And they always do that to cover their nasty deeds. So no, we haven't been able to contact anyone in Iran. We're just praying for them and we are just trying to get the message out as much as we can so we can be the voice of the voiceless in the darkness, in the cold streets of Tehran and all over Iran with empty hands, getting in front of bullets. Hingað heim. Mikið atvinnuleysi á Suðurnesjum miðað við aðra landshluta högg, segir forseti bæjarstjórnar í Reykjanesbæ. Fá störf eru auglýst. Unnið er að því að fjölga atvinnutækifærum í bænum. Atvinnuleit til lengri tíma getur tekið á. Á samfélagsmiðlum segist fólk hafa sótt margar vinnur síðan í haust en ekki fengið viðtal og fleiri segjast verið í sömu sporum. Ein lýsir því að með hverjum deginum minnki sjálfstraustið. Atvinnulausum fjölgar lítillega á milli mánaða. Í nýrri mánaðarskýrslu Vinnumálastofnunar skráð atvinnuleysi 4,4%.
Það þýðir að í kringum 9.000 manns eru án atvinnu. Hlutfall erlendra ríkisborgara á atvinnuleysisskrá í kringum 60% í lok desember. Eftir landshlutum atvinnuleysi langmest á Suðurnesjum eða nærri 9%. Það það bil tvöfalt meira en á höfuðborgarsvæðinu. Við erum ferðaþjónustu samfélag og við leggjum okkur öll fram við það en leið og það kom einhverjar sveiflur þá finnum við ofboðslega mikið fyrir þeim og það erum við að sjá í dag því miður. Vinnumálastofnun spáir því að atvinnuleysi fari hækkandi í janúar og verði allt að 4,7%. Við sjáum eins og Vinnumálastofnun að auglýsa störf og það eru 20 störf, það eru á Alfreð 11 störf á Suðurnesjum þannig að það nú ekki mikið að moða fyrir 9.000 manns tæplega sem atvinnulausir. Áður hafði COVID mikil áhrif á atvinnulíf á Suðurnesjum og fall play. Þetta núna þriðja sveiflan á tæplega 6 árum sem mikið högg fyrir okkur samfélag en við munum ná okkur á strik, það alveg blikur á lofti. Guðný Birna segir unnið að því að skapa önnur tækifæri en ferðaþjónustu í bænum, til dæmis sé stefnt að 9 landeldi í sveitarfélaginu. Og við höfum verið að stefna því núna undanfarin ár að fjölga eggjunum. Hvernig getum við gert það? Þannig að við áfram erum þessi ferðaþjónustu bær og bæir en við erum líka meðvituð það að við ætlum að reyna að byggja upp eitthvað nýtt. Við erum að leita og höfum verið að styrkja frumkvöðlastarf á Suðurnesjum. Allir stjórnmálaflokkar á Grænlandi hafa sent frá sér sameiginlega yfirlýsingu þar sem ítrekað að Grænlendingar vilji hvorki vera Danir né Bandaríkjamenn. Aðrir eigi ekki að blanda sér í framtíð þeirra. Hallgrímur Indriðason í Nuuk. Hvert tilefni þessarar yfirlýsingar? Já, eftir því sem mér skilst þá fóru af stað samningaviðræður í gær milli allra flokkana þar sem menn töldu það bara nauðsynlegt að senda einhvers konar sameiginleg skilaboð út í umheiminn vegna þeirra orðræðu Donalds Trump Bandaríkjaforseta það að yfirtaka Grænland. Nú Nalerak sem eini stjórnarandstöðuflokkurinn hefur verið svolítið ákveðnari í afstöðu í sjálfstæðismálum og vilja ganga lengra en þarna allavega náðist samkomulag orðalag sem sá flokkur gat sætt sig við. En skömmu eftir að þessi yfirlýsing var birt þá bætti Donald Trump enn í orðræðuna yfirtöku á Grænlandi. We are going to do something on Greenland whether they like it or not because if we don't do it, Russia or China will take over Greenland and we're not going to have Russia or China as a neighbor. Hafa grænlenskir stjórnmálamenn brugðist við þessum nýjustu ummælum Trumps? Já, það hafa svona ýmis konar ummæli fallið í dag meðal grænlenskra stjórnmálamanna. Meðal annars var Akaluk Linge sem stofnaði Inuit Ataqatigiit flokkin. Hann sagði í dag að yfirtaka Grænlands yfirtaka Bandaríkjanna á Grænlandi væri í raun og veru hafin. Pele Broberg sem leiðtogi Nalerak á þinginu, hann sakaði Dani það að vera að eyðileggja NATO með því að reyna í einhvers konar panik að halda í Grænland. Annar þingmaður Nalerak krefst þess að Grænlendingar fundi með Bandaríkjunum án þátttöku Dana. Þannig að þó að menn hafi komist að samkomulagi þessa sameiginlegu yfirlýsingu þá svona töluverð pólitísk spenna undir niðri. En ég ræddi við Mette Hemmike sem þingmaður Nalerak í dag. Hún frá Austur-Grænlandi. Hún vill ekki að Grænland verði hluti af Bandaríkjunum en hún hins vegar svona spennt fyrir fyrirkomulagi sem ekkert ósvipað því sem Bandaríkjamenn eru með við 3 Kyrrahafseyjar, meðal annars Marshalleyjar og Míkrónesíu, þar sem eyjaskeggjar þar fá aðgangað ýmis konar fríðindum og þjónustu frá Bandaríkjunum. Siuruttaasutta eqqartortuaga free association pillugu taanna angorusunnarpu suleqateqarluni allana aam naalaga fingorna angoriartorneqarsinnaagami tas nunasiataanermingaanniit namminersulivinnissa anguniarnerani free association taanna assut amsoqunat soqutiginaateqartuigi kiorneqarluni
tassun taana angutsernissaanut namminiilivinnis mannannunuga tummaataqisarpun namminnunagerusupparput taavalu aamma naneruut qamingisaannassoo angutsernissaanut kalaallunna inuyattut inuaqatiguppillugillu sukataarusuppugu nunagiternissaanut allani aqunnaqarunnarluta allani pigineqarnata nammini uanunarpu nunagalugu nammini kinaasuserpullu attatlugu naqissuserneqarlutalu kinaasusitsinnu taanna assoruissua angorusunnarpo. Hvað má svo búast við að gerist? Hver verða næstu skref? Já, það sem allir bíða núna eftir fundur utanríkisráðherra Grænlands, Danmerkur og Bandaríkjanna sem fyrirhugaður í næstu viku. Það hefur reyndar hvorki verið staðfest nákvæmlega hvenær hann verður, né hvar hann verður. En menn vonast eftir einhverju niðurstöðu þar og ef það einhver ályktun sem ég get dregið af dvöl okkar Víðis Hólm Ólafssonar myndatökumanns undanfarna daga, þá bíður grænlenskur almenningur nokkuð spenntur eftir niðurstöðu þessa fundar. Akkurat. Takk fyrir að standa vaktina á Grænlandi. Hallgrímur Indriðason. Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins ætlar að endurskoða verklag við eldvarnareftirlit á skemmtistöðum borgarinnar eftir eldsvoðan mannskæða í Sviss á nýársnótt. 40 létust og 116 slösuðust á gamlárskvöld á Constellation barnum í skíðabænum Crans Montana í Sviss. Eigendur eiga yfir höfði sér ákæru. Yfirvöld í bænum eru gagnrýnd mjög því komið hefur í ljós að síðast var farið í eldvarnaeftirlit á barnum árið 2019. En hvernig eftirliti háttað hér heima? Það svolítið sérstakt eftirlitið með skemmtistöðum og veitingastöðum að við erum að reyna að framkvæma það á opna tíma staðana til þess að fá raunmynd af aðstæðum. Hversu mikil tíðni? Farið einu svona ári eða? Ég hef tilfinningu fyrir því að við förum svona cirka annað hvert ár á suma staði og kannski oftar á aðra staði. Nákvæm úttekt á brunavörnum gerð áður en rekstrarleyfi gefið út og í reglulegu vettvangseftirliti slökkvilis höfuðborgarsvæðisins eru meðal annars athugaðar brunaviðvaranir, brunahólfun, neyðarlýsing og flóttaleiðir. Á Constellation barnum í Sviss voru gerðar breytingar sem höfðu áhrif á brunahættu. Talið að neistar af blísum eða stjörnuljósum sem fest voru á kampavínsflöskur hafi komist í eldfiman hljóðeinangrandi svamp sem festur var í loft í kjallara barsins. Þessum svampi mun hafa verið komið fyrir eftir síðustu brunaúttekt. Það skimað eftir þessu sem þú ert að lýsa en þetta eitthvað sem við munum skoða núna, taka til okkar og endurskoða hvort við þurfum að hafa þetta eftirlit nákvæmara. Aldís Rún hvetur almenning til að hafa augun opin og senda slökkviliði ábendingu ef þörf á. Við fáum ábendingar þegar fólki blöskrar. Það sé einhverja flóttaleið sem læst eða einhvað sem það heldur að sé ekki eins og það vera. Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins þessa dagana að búa til eftirlitsáætlanir fyrir 2026. Núna fer bara af stað ferli við að skoða einhvað sem að falla milli skips og bryggju hjá okkur og að bara rýna okkar verklag. Vinna við að rífa ónýtt hús hefst í Grindavík á næstu vikum. Ætlunin að verkinu ljúki eftir 1,5 ár. Altjón varð á minnst 40 fasteignum í Grindavík og niðurrif þeirra forsenda þess að hægt sé að ráðast í sprunguviðgerðir í bænum. Þetta eru einbýlishús, íþróttamannvirki, fjölbýlishús og atvinnuhúsnæði. Þetta kort sýnir götur þar sem skemmdirnar urðu hvað mestar. Fannar Jónasson bæjarstjóri segir að verki verði unni í áföngum og verða framkvæmdir boðnar út. Í fyrsta áfanga verða 3 einbýlishús við Mánagerði og Mánagötu rifin. Hér eiga framkvæmdirnar að hefjast. Þessi hús hér fyrir aftan mig eru ónýt eftir jarðhræringarnar og verða rifin og ekki stendur til að byggja aftur á þessum lóðum. Þetta eru alttjónuhús sem ekki hægt að gera við og eru fyrir miklum skemmdum, völdum sprungna sem voru á lóðunum eða gengundur húsið eftir atvikum. Þannig að það ekkert annað að gera en að rífa þau. Hvers vegna byrjiði bara á þessum 3? Það nú eiginlega kannski bara til þess að máta okkur inn í verkefnið og þessi verktaka fái líka bara þjálfunni því að rífa þetta, þannig við fáum reynslu og verktakarnir líka. Flestar fasteignir sem urðu fyrir altjóni í eigu fasteignafélagsins Þórkötlu. Fannar segir að heildarverkinu verði lokið mitt næsta ár. Hver heildarkostnaðurinn á þessu að ykkar mati? Það nú að langmestu leyti náttúruhamfaratrygging sem að greiðir tjónabæturnar vegna þessara húsa. Þannig að niðurrifskostnaðurinn hann tiltölulega lítill og
og sá kostnaður fellur líka undir tjónabætur náttúruhamfaratryggingar. Gruggugt neysluvatn hefur lengi plagað þá íbúa í uppsveitum Borgarfjarðar sem fá vatn undan Grábrókarhrauni. Fulltrúar Veitna segjast skilja gremju íbúa. Þú veist aldrei hvernig þú átt vona þessu. Aldrei. Og það getur verið til dæmis þegar þú ert að fara þvo hreina hvíta þvottaðinn. Gruggið í vatninu gerir sjaldnast boð á undan sér. Vatnið gruggast til að mynda við jarðhræringar á Reykjanesskaga eða mikla úrkomu. Tvisvar á ári skola Veitur set úr lögnunum og þá gruggast vatnið líka. Borholan undir Grábrókarhrauni var tekin í notkun 2007 og átti að vera lausn á vatnsvandamálum. Og mjög fljótlega eftir að við hleyptum vatn á hana þá gerðum okkur grein fyrir því að undir vissum kringumstæðum kæmi grugg í vatnið. Veitur hafa sett upp síur og geislunartæki til að tryggja heilnæmi vatnsins. Agnirnar í vatninu eru svo fínar að síurnar mega sín lítils. Stórar sumarhúsabyggðir og hótel fá vatn úr Veitunni. Það var í miðjan nóvember að þá kom bara brúnt úr krananum og brúnt í pottinn. Aðalgeir segir gruggið skerða samkeppnishæfni enda reiði ferðaþjónusta sig á endurgjöf gesta. Lúðurum við bara lóðbent í Borgarnes og kaupum allt vatn á flöskum sem eiginlega í boði í Bónus og Netto og hvaða búðum sem Við hótelið 50.000 lítra tankur fyrir kalt vatn. Hann fylltist af gruggi. Og tók okkur 4-5 daga, 3 að þrífan. Þetta var bara eins og að sturta út kókumjólk úr einhverjum tanki Á fjölsóttum íbúafundi fóru fulltrúar Veitna yfir stöðuna. Jú, við höfum sett upp síubúnað upp í Grábrókarhrauni og við höfum breytt rekstrinum á Veitunni þar þannig að við reynum að hafa sem stöðugastu dælingu til þess að hafa sem mest jafnvægi og ró í uppdælingu á vatninu. Þá hafa Veitur ráðgast við sænska verkfræðistofu til að finna betri síur. Til stendur að finna nýjan vatnstökustað í sveitinni og Veitur eiga í samtali við landeigendur. Og það vonandi bara á lokametrónum að ná samkomulagi það. Þá komið að bestu fréttum dagsins. Þökk sé snjóframleiðslu var hægt að opna byrjendasvæðið í Bláfjöllum í morgun. Barnafólk flykktist í brekkurnar enda langt síðan þar hefur verið opið. Margir hafa beðið lengi eftir þessum degi. Fyrsti dagur vetrarins þar sem opið í Bláfjöllum og aðsóknin var eftir því. Löngu komið tíma á þetta. Hvað gaman við vera skíða? Skíða niður og fara upp töfrateppið. Skíðaveturinn hefur látið bíða eftir sér sökum snjóleysis. Í október fór allt á kaf en á því var lítið að græða þar sem það mígrigndi vikurnar á eftir. Snjórinn sem í Bláfjöllum núna því allur heimatilbúinn. Þetta eingöngu framleiðður snjór og hér fyrir utan bara eins og þessi sumarina. Það bara grjót og möl og mosi. Þetta gríðarlega vond tilfinning að vera ekki með snjó í janúar. Þetta bara ekki gott. Við vinnum á skíðasvæði þegar við höfum gaman að því. Það ekkert gaman þegar ekkert fólk í fjallinu. Þá það bara næstu leiðilegt. Byrjendasvæðið var opið í dag. Snjóbyssurnar eru komnar í stóru brekkurnar og ef allt gengur að óskum vonast til að hægt verða að opna stólalyftu næstu helgi. Og svolítið blint í snjói núna hvað myndi koma fólki en hérna búið að vera traffík í allan dag. Og óeðlilega mikið, óvenjulegt að sjá svona mikið af barnafólki staðan fyrir alla þess að bretta dúta og stóru krakka. Hvernig gengur? Vel. Hvað svona skemmtilegt við að vera á skíðum? Við farum niður að renna með niður brekku. Að þau fyrir svona zigzag. En þetta ekkert erfitt? Nei. Á því voru skiptar skoðanir. Ekkert það erfitt. Nei, en smá? Já. Hvað erfitt? Stundum dettur maður og gerir rangt til þess að bremsa. Já. En þú ert góður í að gera pizzuna, ég sé það. Já. Mér finnst smá erfitt að gera pizzuna. Að beygja fæturnar. Eða setja hælana fram. Já, þetta kúnst. Þá að veðri. Norðaustan 5-10 á morgun en 10-15 við suðausturströndina. Dálítil él norðan og austan til en létt skýjað landið suðvestanvert. Áfram kalt í veðri. Nánar veðrið að loknum íþróttafréttum.
Keflavík og Haukar mættust í úrvalsdeildarslag í 8 liða úrslitum bikarkeppni kvenna í körfubolta í dag. Skíðakonan Hólmfríður Dóra Friðgeirsdóttir braut sköflungsbein og reif liðþófa fyrir mánuði og fór í aðgerð. Hún vonast þó enn til að keppa á vetrarólympíuleikunum í febrúar. Lindsey Vonn sýndi frábæra takta í brunkeppni heimsbikarsins í alpagreinum í dag. Vonn orðin 41 árs og keppti ekkert í 6 ár. Og svo það æsispennandi viðureign Newcastle og Bournemouth í enska bikarnum í fótbolta og fleira í íþróttum hér eftir fréttir. Þá skulum við fara yfir helstu atriði þessa fréttatíma. Yfirvöld í Íran beita mótmælendur mikilli hörku og hafa lokað fyrir aðgang að netinu. Írani hér á landi segir það gert til að leyna af grimmdarverkum. Krafa mótmælenda sé skýr, lýðræði og mannréttindi. Atvinnuleysi hlutfallslega tvöfalt meira á Suðurnesjum en annars staðar á landinu. Mikið högg, segir forseti bæjarstjórnar í Reykjanesbæ. Við berjumst þangað til við fáum sjálfstæði, segir þingmaður stjórnarandstöðuflokks Grænlands. Bandaríkjaforseti segir að Grænland verði tekið með góðu eða illu. Og slökkvilið höfuðborgarsvæðisins ætlar að athuga hvort ástæða sé til að bæta eldvarnareftirlit á veitingastöðum eftir eldsvoðann í Sviss. Þá þetta upptalið hjá okkur þetta laugardagskvöldið. Við kveðjum með myndum sem Margrét Júlía Ingimarsdóttir tók í Vestmannaeyjum í gær af 13. gleði Eyjamanna. Verið sæl og njótið helgarinnar.